Kvöld, meðferð Guðrúnar Katrínar Þorbergsdóttur forsetafrúar eftir beinmergsskiptin í Bandaríkjunum gengur vel miðað við aðstæður. Nýji mergurinn sem græddur var í Guðrúnu Katrínu farin að virka en hún hefur þurft að glíma við ýmsar aukaverkanir og sjúkdóma eftir mergskiptin. Samkvæmt upplýsingum fréttastofunnar nýji beinmergurinn sem græddur var í Guðrúnu Katrínu á Fred Hutchinson sjúkrahúsinu í Seattle farin að virka en beinmergsgjafinn systir forsetafrúarinnar. Nú eru brátt 3 vikur frá því að beinmergsflutningurinn fór fram og hafa þessar fyrstu vikur gengið vel miðað við aðstæður. Guðrún Katrín hefur þó orðið að glíma við svokallaða ónæmistruflun, öðru nafni graft versus host sjúkdóm, sem algengur sjúkdómur í kjölfar mergskipta. Yfirleitt tekst að ráða við slíka ónæmistruflun með lyfjum að sögn læknis. Horfur eru á að Guðrún Katrín geti farið af sjúkrahúsinu eftir 1 til 2 vikur en þurfi að vera til eftirlits og viðbótar meðferðar í Seattle þar til í október. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, kom hingað til lands í nokkra daga í síðustu viku. Hann nú farinn aftur til Seattle. Ráðgert að forsetinn komi aftur til landsins í stuttan tíma miðjan ágúst. Önnur dóttir þeirra hjóna hefur verið með þeim í Seattle frá því í júní og hin væntanleg þangað í næstu viku. Útlendingaeftirlitið hefur 3 Tælendinga grunað að hafa narrað landa sína til Íslands á fölskum forsendum. Mánaðamótin komu 20 Tælendingar til landsins í 2 hópum með ferðamannaáritun að sögn Jóhanns Jóhannssonar framkvæmdastjóra Útlendingaeftirlitsins. Þegar hingað var komið kom í ljós að 17 þeirra höfðu keypt ferðina í þeirri trú að hér biði vinna. Jóhann segir að nokkrir þeirra 5 til 6 hafi verið komnir í svarta vinnu og hafi eingöngu verið matvinnungar. Þegar Útlendingaeftirlitið komst í málið bjó hluti Tælendinganna í þessum kofa á tjaldstæðinu í Laugardal. Hér inni eru kojur fyrir 2 en það voru mun fleiri sem gistu hér. Þeir voru kringum 10. Mér skilst nú að síðasta daginn hafi verið 12 sem að sofa hérna síðustu nóttina þegar Útlendingaeftirlitið kom. Og hvernig komast þeir fyrir? Það eins og sést hérna, það voru kojur fyrir 2. Nú ef við erum spurð þá segjum við að hér getur sofið kannski 2-3 litlir menn á gólfinu. Ég bara skil ekki hvernig við komast hérna fyrir 12. Þeir hafa raðað sér hérna, liggur við hver ofan á annan. Gestirnir munu þó alltaf hafa borgað leigugjaldi á réttum tíma 2.800 krónur á dag í rúma viku. Fyrirnefndir 20 Tælendingar voru síðan allir kallaðir fyrir hjá Útlendingaeftirlitinu. Ferðalangarnir 17 óskuðu eftir aðstoð við að komast heim og fóru í fyrradag og Jóhann vill taka fram að þeim hafi ekki verið vísað úr landi. Þeir 3 sem eftir eru grunaðir að hafa narrað fólki til landsins á fölskum forsendum og verið að skoða mál þeirra hjá Útlendingaeftirlitinu með brottvísun í huga. Að sögn Jóhanns getur því fylgt endurkomubann sem tekur einnig til allra hinna Norðurlandana. Heildareignir skandinavíska Skilda-bankans sem nú á í viðræðum við íslensk stjórnvöld kaup á stórum hluta Landsbanka Íslands HF nema rúmum 7.000 milljörðum íslenskra króna. Þetta eru nær 20-faldar eignir alls íslenska bankakerfisins. Sighvatur Björgvinsson, formaður Alþýðuflokksins, undrast það að ríkisstjórnin skuli leita út fyrir landsteinana að kaupendum að Landsbankanum þegar hægt væri að selja hann innlendum fjárfestum. Hagnaður af rekstri fjárfestingabankans 34. Já, og þarna fórum við með vitlausa frétt í loftið. Þessi frétt á að koma á eftir en við skulum nú fá frétt af hugsanlegum kaupum sænska skandinavíska Skilda-bankans á hlutafé í Landsbanka Íslands HF. Þetta alveg að koma. Til marks hvílíkur risi skandinavíski Skilda-bankinn í samanburði við íslenska banka má nefna að samkvæmt upplýsingum fréttastofunnar nema heildareignir bankans rúmum 7.000 milljörðum íslenskra króna en heildareignir íslenska bankakerfisins nema rúmum 400 milljörðum sem samsvarar 5–6% af eignum SE-bankans. Við ræddum við Sten Thorstein, talsmann SE-bankans í höfuðstöðvunum í Stokkhólmi í dag.
Vi kan bekräfta att det pågår diskussioner med oss om att köpa och förvärva en del av aktierna i Landsbankis. Men någonting om storlek eller mer om den affären, det kan vi egentligen inte säga idag. Hvor langt har man kommit med dessa diskussionerna? Det är fortfarande fråga om diskussioner på ett ganska tidigt stadium. Vem hade initiativet? Var det islänningar eller SE-banken? Exakt hur de här diskussionerna har börjat kan jag inte gå in på, men vi har ju från vår sida under en längre tid haft ambitionen att göra Norden till vår hemmamarknad, och då har det varit naturligt för oss också att titta på den isländska bankmarknaden. Mér hefði fundist rétt að reyna fyrst að vita hvort það væri ekki til aðilar hér á Íslandi sem eru sjálfsagt til, og nefnir það lífeyrissjóðina og sparisjóðabankann. Bjóða þeim athuga það hvort þeir hefðu áhuga á þessu áður en leitaði til útlanda. Hver skýring þín á því að ríkisstjórnin ætlar að fara þessa leið? Já, skýringin bara einfaldlega sú að þetta örþrifaráð. Þeir eru búinir að gefast upp í því að reyna að ná jöfnuði í ríkisútgjöldum á einhverju mesta uppgangstíma í sögu íslenska ríkisins. Tekjurnar aukast núna dag frá degi, en útgjöldin aukast hraðar, og þá rokið í það að fara að selja og leita að einhverjum sem vill og getur keypt fyrir gott verð. Við höldum okkur við bankan og næst er að fjárfestingabanki atvinnulífsins, en hann birti í dag fyrstu afkomutölu sínar frá því hann var til síðustu áramót. Hagnaður af rekstri bankans fyrstu 6 mánuðina nemur 349 milljónum króna og heildareignir hans hafa aukist tæpa 10 milljarða. Hagnaður af rekstri fjárfestingabankans 34 milljónum meiri en áætlað var, þrátt fyrir að kostnaður við stofnun bankans hafa mestu komið fram á þessum tíma. Áætlað að heildarhagnaður á árinu verði rúmar 700 milljónir. Bankin hefur vaxið ört á þessum stutta tíma. Heildareignir hans hafa aukist úr 54 milljörðum í 64. Útlán hafa aukist rúma 7 milljarða og eiginfjárhlutfall bankans mælt á áhættugrunni var í lok júní 14,9%. Fjárhagsstaðan því mjög sterk og FBA á langmest eigið fé allra banka hér á landi. Og forstjórinn sáttur því öðrum markmiðum hefur líka verið náð. Við höfum náð að koma okkur vel fyrir á verðbréfa- og gjaldeyrismarkaði og jafnframt höfum við náð að koma okkur inn á erlenda lánamarkaði og náð þar mjög hagstæðum kjörum. FBA fyrsti bankinn sem birtir milliuppgjör sitt og Bjarni segist eiga von á að afkoma fjármálastofnana verði almennt góð. Forsvarsmenn fjárfestingabankans segja samkeppni hafi aukist á innlendum fjármálamarkaði með tilkomu bankans. Aðrar lánastofnanir hafi brugðist við og vaxtamunur minnkað. En hvaða áhrif telur forstjóri FBA að sameining FBA við Búnaðarbanka myndi hafa? Nú það ekki mitt að tjá mig hvað eigandinn ætlar að gera við sín hlutabréf í fjárfestingabanka atvinnulífsins. Mitt og okkar starfsfólks hér hjá fjárfestingabankanum að reka þetta fyrirtæki þannig að það sé arðsamt og sinni sínu hlutverki gagnvart íslensku viðskiptalífi. Þannig að þeir verða að taka sína ákvörðun á þeim vígstöðum. Við horfum auðvitað á það að það búið að gefa út ákveðnar yfirlýsingar einkavæðingu á þessu fyrirtæki og treystum á að við þau orð verið staðið. Þó nokkrar þeirra 40 ljósmæðra sem sagt höfðu upp á Landspítalanum hafa dregið uppsagnirnar tilbaka. Hjúkrunarforstjórinn bjartsýnn á lausn deilunnar og ráðherra heilbrigðismála segir að vanfærar konur sem þurfi aðstoð fái hana. Þetta skrifstofa yfir ljósmóður kvennadeildar Landspítalans, Guðrúnar Bjargar Sigurbjörnsdóttur, og hingað hafa ljósmæður komið í dag. Og Guðrún segir að þó nokkrar hafi dregið uppsagnir sína tilbaka. Ég nú ekki tilbúin til þess að gefa upp neina ákveðna tölu, en eftir fund sem að ljósmæður áttu í dag klukkan 4, þá hafa þær verið að koma núna til okkar Guðrúnar Bjargar og draga uppsagnir sína tilbaka. En ertu bjartsýn á framhaldið? Já, ég nokkuð bjartsýn. Til hvaða ráðstafanir verður gripið ef jafn margar segja upp og hafa hótað því? Þær munu nú ekki gera það þar sem að eins og ég sagði þegar nokkrar hafa komið og dregið tilbaka. Aftur á móti þá höfum við undirbúið það að stytta sængulegu hjá konum sem eftir fæðingu og einnig að þá höfum við talað við sjúkrahúsið á Akranesi og sjúkrahúsið á Keflavík um það að aðstoða okkur ef að til þess kemur. Verður deildum lokað? Það getur komið til að vera fækkað rúmum á öðrum sængurnaganginum.
Rúmlega 4 í dag söfnuðust ljósmæður svo saman á fund hér í Eyrbergi og myndavélar eru ekki velkomnar enda búið að loka og draga gluggatjöldin fyrir. Ástþóra Kristinsdóttir, formaður Ljósmæðrafélagsins, sagði í samtali við Fréttastofu í dag að eftir fundin hefði verið blendnar tilfinningar meðal ljósmæðra og óánægja með tilboð spítalans. Ætlar þú að draga þína uppsögn tilbaka? Þetta er mjög erfið ákvörðun og ég er ekki búin að taka ákvörðun og mun vega og meta alla kosti og galla. Reyna að nota tímann sem eftir er til miðnættis. Heilbrigðisráðherra var greint frá stöðu mála í dag. En það sem ég ræddi við stjórnendur stofnunarinnar hvernig öryggisþættinum væri fullnægt og þau skýrðu mér frá því hvernig þjónustunni yrði háttað ef að ekki næðist samkomulag í dag. Og hver var niðurstaðan úr því? Niðurstaðan er svo að það er búið að skipuleggja þjónustuna þannig að þeir sem þurfa á þjónustuna að halda fá hana. Ákveðið hefur verið að Sigurður Líndal, prófessor, veiti yfirvöldum í Færeyjum lögfræðilega ráðgjöf við undirbúning þeirra að sjálfstæði Færeyja. Þetta kemur fram í tilkynningu forsætisráðuneytisins í dag. Í bréfi til Davíðs Oddssonar þakkar Högni Haukdal, ráðherra sjálfstæðismála, velvild íslenska stjórnvalda. Hann sést fagna því að Sigurður Líndal ætla að leggja Færeyingum lið í þessu mikilvægasta máli þjóðarinnar. Þar sem hann kunni skil á þeim vandamálum sem framundan muni vera. I viðtali 10. júni síðastliðin sagði Högni meðal annars. Vi brukar jo egentlig den islandske modellen. Ja. Altså, vi skal have forhandlet en aftale, som lavet som en aftale mellem to suveræne stater. Og den aftale bliver så lagt ud til folkeafstemning, når Lagtinget og Folketinget har vedtaget det. En hversu hratt verður hægt að fara? Vi har fået fastsatt at den danske regering klar til at forhandle med Færøerne om suverænitet, når landsstyrets oplæg klart. En hvenær hægt að hugsa sér að samningar fullveldið geti hafist? Jeg venter at vi kan starte forhandlingene sist på efteråret eller først på næste forår. Bandaríska alríkislögreglan rannsakar nú dökkbláan kjól sem Monica Lewinsky segist hafa verið í á stefnumóti við Bill Clinton, Bandaríkjaforseta. Hún heldur því fram að hún hafi átt í kynferðislegu sambandi og lífsýni á kjólnum sanni það. Málið er engan veginn nýtt. Þessi frægi dökkblái kjóll hefur nú snúið aftur eftir 6 mánaða fjarveru. Þá vissu fjölmiðlar lítið kjólinn sem Monica sagði Lindu Tripp að áværi sæði úr Clinton og fjölmiðlarnir vita lítið meira núna. Kjóllinn hefur hins vegar verið í vörslu móður Lewinsky sem afhendi hann á dögunum og búist við að rannsóknum á honum ljúki helgina. Clinton hélt í dag blaðamannafund efnahagsmál og þegar honum lauk kom vel í ljós hvað var efst í huga blaðamanna. Thank you very much. Wait. Everybody got a question. Let me give you the answer to all of them. I know, yes I did, I heard all of you shouting about it. No one wants to get this matter behind us more than I do, except maybe all the rest of the American people. I am looking forward to the opportunity in the next few days of testifying. I will do so completely and truthfully. I am anxious to do it, but I hope you can understand why in the interim I can and should have no further comment on these matters. Thank you very much. Clinton og Lewinsky málið nú komið á sama flug í Bandaríkjunum og þegar það kom fyrst upp í byrjun ársins. Þetta afar slæmt fyrir Clinton og demókratana, ekki bara vegna þingkosningana í byrjun nóvember, heldur einnig fyrir arfleifð forsetans. There's a significant character gap for this president that could have at some point a profound effect on the scandal. The effect that it's had thus far is to, I would say, destroy the president's legacy. Nearly all polls today show that he will be more remembered for scandal than for accomplishment. Sárafáir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum vilja segja nokkuð málið, enda talið að allir tapi á að koma nálægt því. Heilbrigðisráðuneytið hefur kynnt endurskoðað frumvarp til laga gagnagrunn á heilbrigðissviði. Samkvæmt því getur sjúklingur neitað að láta flytja upplýsingar sig í grunninn. Í fréttatilkynningu frá ráðuneytinu kemur fram að á meðal helstu breytinga frá því frumvarpi sem lagt var fram á síðasta þingi séu að einungis sé gert ráð fyrir einum miðlægum gagnagrunni og að einum aðila verði veitt tímabundið rekstrarleyfi. Og frumvarpið taki ekki til annarra gagnagrunna sem þegar séu starfræktir eða kunni að verða starfræktir á afmörkuðum sviðum.
Þá á starfræksla gagnagrunnsins ekki að hefta þann aðgang sem vísindamenn hafa fram til þessa haft að upplýsingum hjá heilbrigðisstofnunum eða heilbrigðisstarfsmönnum. Auk þess er gert ráð fyrir að ráðherra skipaðri nefnd verði heimilt að veita vísindamönnum aðgang að upplýsingum úr gagnagrunninum til notkunar í vísindarannsóknum. Þá verður skylt að verða við óskum sjúklinga að upplýsingar þá verði ekki fluttar í gagnagrunnin. Einnig eru sett ítarlega ákvæði vörslu, meðferð og starfrækslu gagnagrunnsins þegar leyfistíma lýkur eða ef röskun verður á starfsemi leyfishafa. Heilbrigðisráðherra segir að margir geti sótt að reka gagnagrunnin. Það getur fleiri en einn sótt að reka þennan gagnagrunn, já, en það er einn sem fær tímabundið rekstrarleyfi þegar upp er staðið. Nú hefur verið fjallað að nýtt fyrirtæki sé í burðarliðnum sem verður svipað íslenskri erfðagreiningu. Heldur þú að þau geti starfað hlið við hlið? Ég þekki ekki til þess fyrirtækis, en það sem hefur komið fram í fjölmiðlum á undanförnum dögum segir manni að það rekist ekki á. Almenningur getur nú skoðað frumvarpið á heimasíðu heilbrigðisráðuneytisins www.stjr.is/htr. 14 lyfjatæknar og 6 vélfræðingar hjá Landspítalanum hafa sagt upp störfum sínum vegna óánægju með nýgerðan aðlögunarsamning ríkispítalana og starfsmannafélags ríkisstofnana. Lyfjatæknarnir vinna í apóteki spítalans og vélfræðingarnir sjá viðhald og viðgerðir á lækningatækjum. Uppsagnir lyfjatæknanna taka gildi 1. nóvember en uppsagnarfrestur vélfræðinganna mismunandi. Sérfræðingar lögreglunnar hafa eytt deginum í brunarústum hússins við Lækjargötu sem brann í gærmorgun. En vilja menn ekki fullyrða eldsupptök þótt sterkur grunur leiki á íkveikju. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni er búið að ræða við marga menn vegna brunans en enginn hefur verið handtekinn, enda ekki fullsannað að kveikt hafi verið í húsinu. Rannsóknarmenn voru mjög fámálir á vettvangi í dag, þeir vildu ekkert segja það hvernig rannsóknin gengi eða hvort þeir væru einhverju nær eldsupptök. Nú þykir hins vegar ólíklegt að bensínbrúsar sem fundust við Veghúsastíg í gærmorgun tengist brunanum. Vitni segja að brúsarnir hafi verið þar áður en kviknaði í húsinu, en í fyrstu var talið hugsanlegt að þeir hefðu geymt bensín sem notað hefði verið til að kveikja í byggingunni. Mörg stór hús hafa brunnið í miðbæ Reykjavíkur á undanförnum áratugum og oft með þeim merkileg saga. Árið 1915 brunnu til dæmis 12 hús í miðbænum og árið 1944 brann Hótel Ísland sem stóð við Austurstræti. Þessar myndir voru teknar árið 1967 þegar hús brunnu í Lækjargötu. Þeirra á meðal var hús Iðnaðarbankans sem nú hýsir útibú Íslandsbanka í Lækjargötunni. Árið 1971 brann skemmtistaðurinn Glaumbær ýmsum til mikillar gremju, enda hafði staðurinn verið gríðarlega vinsæll. Þar er nú til húsa Listasafn Íslands. Stór tjón varð árið 1977 þegar nokkur hús í Bernhofstorfunni urðu eldi að bráð og Lækjargata 14, húsið sem nú hýsir Tjarnaskóla, varð illa út í eldi árið 1986. Komum túnfiskskipa til Reykjavíkur hefur fjölgað mjög. Hingað komu 11 japönsk skip árið 1995, 37 árið eftir og í fyrra voru þau 47, auk 3 frá Tævan og 1 frá Panama. 4 japönsk túnveiðiskip fóru úr Reykjavíkurhöfn í morgun og með þeim íslenskir rannsóknarmenn. Samvinna þetta tókst með Japönum og Hafrannsóknastofnun fyrir 3 árum og fara nú starfsmenn hennar til þessara rannsókna að staðaldri. En hvað eru þetta langar ferðir? Svo 4 til 5 vikur. Á hvaða svæði verðið þið? Einhvers staðar suður af, alveg suður undir 200 mílónum sko. Ég veit ekkert. Það er aðalega innan íslensku lögsögunnar? Já, já. Er þetta fyrsta skip sem fer kona hérna í svona leiðangur? Já. Er rétt sem ég hef heyrt að einn skipstjórinn hafi verið tregur til að fá þig um borð? Já, hann var eitthvað stressaður kallinn. Ekkert alvarlegt sko. Þannig að þú hefur farið á annað skip? Já. Hvað er það sem þú gerir um borð? Tek magasýni, hryggjarliðasýni upp aldursgreiningu og táknþráð fyrir erfðagreiningu og lengdamæli, staðsetningar og bara svona ýmislegt sko. Það verður ekki mikil vinna sko. Hvernig líst þér á að mamma þín skulle vera að fara svona lengi? Illa. Í áhöfn eru 22 menn, 11 Japanir og 11 menn frá Indónesíu.
Japanir hafa góðar tekjur og hlutdeild í afla en Indónesíumenn 50.000 krónur á mánuði sem þykir mikið í Indónesíu. Eftir miklu að sækjast því að túnfiskur mjög dýr. Algengt að aflaverðmæti á dag sé 6 til 7 milljónir króna enda verðmæti hvers fisks 200 til 700.000 krónur. Veiðisvæðið stórt frá Færeyjum vestur á Reykjaneshrygg. Fjölmargir lögðu leið sína á skattstofunni í Reykjavík í dag til að glöggva sig á álagningarskráni. Eftir að skattskrár á Austurlandi og Norðurlandi eystra voru birtar í dag ljóst að Rakel Olsen, forstjóri í Stykkishólmi, skattadrottning ársins með rúmlega 68 milljónir í opinber gjöld. Ívar Geirsson, starfsmaður Fiskiðjusamlags Húsavíkur, gjaldhæsti einstaklingurinn á Norðurlandi eystra. Hann greiðir ríflega 8 milljónir króna í opinber gjöld. Næstur kemur Önundur Kristjánsson, skipstjóri á Raufarhöfn með tæpar 8 milljónir, en í þriðja sæti Auðun Benediktsson, skipstjóri á Kópaskeri með tæpar 7,3 milljónir króna. En þeir samherjafrændur, Þorsteinn Már Baldvinsson og bræðurnir Þorsteinn og Kristján Vilhelmssynir eru í 4. til 7. sæti. Á Austurlandi Sigurjón Valdimarsson, skipstjóri í Neskaupstað, skattakóngur. Hann greiðir ríflega 7,9 milljónir króna í opinber gjöld. Kristinn Aðalsteinsson, umboðsmaður og framkvæmdastjóri á Eskifirði, í öðru sæti með ríflega 7,4 milljónir og í þriðja sæti Þorsteinn Kristjánsson, skipstjóri á Eskifirði með ríflega 6 milljónir króna. Skattskrárnar liggja frammi hjá skattstjórum landsins næstu 2 vikurnar. Margir lögðu leið sína á skattstofunni í Reykjavík í dag til að glöggva sig á eigin tölum eða þá náungans. Flettur upp einhverjum öðrum en þér? Nei, ég var bara að byrja mér. En stendur til að kanna einhverja fleiri? Jú, maður rennur aðeins yfir þetta, kannar sjá einhvern upp. Og þá að viðskiptum á verðbréfaþingi sem í dag námu tæpum 302 milljónum króna. Mest voru viðskipti á peningamarkaði með bankavíxla fyrir 110 milljónir og ríkisvíxla fyrir 99 milljónir. Viðskipti með hlutabréf námu 55 milljónum króna, mest með bréf Eimskipafélagsins fyrir 32 milljónir, en félagi birti hálfsás uppgjör sitt í gær. Nokkur viðskipti urðu einnig með bréf Íslandsbanka eða fyrir 5 milljónir, en úrvalsvísitalan hækkaði 0,36% og 1126. Fjöldi Breta kemur á hverjum degi til Norður-Noregs í þeim tilgangi einum að sjá miðnætursólina þar. Í Heimskringlu segjum við frá þessu, slagsmálum í tævenska þinginu og tísku í Bandaríkjunum þar sem íslenskum pilti gengur vel sem fyrirsætu. Miðnæturferð frá London til Tromsø kostar 20.000 krónur og sífellt fleiri englendingar kaupa sér slíka ferð til þess að sjá miðnætursólina víðfrægu. Tíminn í Tromsø hins vegar naumur og allar upplýsingar staðarætti eru veittar í rútunni. Ferðamennirnir njóta síðan miðnætursólar þeirra norðmanna í það bil 45 mínútur, en þá kominn tími fyrir enska ferðamenn að halda heim á leið og mæta í vinnuna daginn eftir með miðnætursól í hjarta. Og þá til Formósu, því það var heitt í kolunum þegar borgarstjórnin í Taipei í Tævan afgreiddi fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Einn borgarfulltrúinn, Joe Po-ya, misti algjörlega stjórn á skapi sínu þegar meirihlutin vildi flýta afgreiðslu málsins og samþykkja áætlunina í einum pakka. Po-ya þarna komin upp á borð, en uppákomur af þessu tagi eru ekki óalgengar í Tævan og skiptir þá ekki máli hvort að ræða borgarráð eða þingið. Borgarfulltrúarnir sem sátu þennan fund með Po-ya stöðvuðu hann að vísu, en nokkri stóðu hjá og kölluðu slagur eins og í góðum barnaskóla. Og þá til Bandaríkjanna, því tískuvika tileinkuð herrafatnaði hefur verið í New York að undanförnu. Allir helstu tískuhönnuðir hafa sýnt hönnun sína þar og bestu karlmódelin hafa verið fengið til hjálpar. Meðal þeirra Íslendingurinn Gísli Sigurðsson sem við sjáum hér. Hann fór vestur haf á vegum Eskimo Models fyrir nokkrum mánuðum og hefur gengið sérlega vel þar ytra. Hann sat meðal annars fyrir á forsíðu karlaútgáfu Vogue. En fötin sem hann var að sýna og við sjáum hér eru vortíska næsta árs eins og Sandy Dalal sér hana. Svo virðist sem flestir hönnuðir leggja núna mesta áherslu á þægileg föt og létt eins og sjá má á þessu myndum. Umferð hefur verið að þyngjast verulega á landinu á undanförnum klukkustundum en hún hefur að mestu gengið samkvæmt upplýsingum frá umferðaráði. Þúsundir manna eru nú þegar komnar á stærstu skipulögðu hátíðirnar og útlittir fyrir að stærstu hátíðirnar verði í Vestmannaeyjum og á Akureyri. Margir hafa lagt leið sína hingað á BSI í dag, en það eru skipulagðar ferðir af fjölmargar útihátíðir.
Af reynslu undanfarinna ára má ætla að 10 til 12.000 manns ferðist með áætlunarbílum verslunarmannahelgina. Hvað tekur maður með sér í svona ferðalag? Allt bara. Bara föt og svona. Maður tekur föt í skiptana. Maður tekur eitthvað voða þægilegt til að vera í, því að náttúrulega skemmtilegast er mjög þægileg útlög. Maður hugsa voða lítið um útliti. Maður sleppir málningadótinu, sumir taka alkóhól með sér, ekki við. Og svo bara tjald. Það var góð stemming á bifreiðastöð Íslands í Reykjavík í dag, þar sem fjöldinn allur af ungu og hressu fólki beið eftir að komast í rúturnar. Í Þorlákshöfn var örtröð í afgreiðslu Herjólfs nú undir kvöld. Skemmtanaþyrst fólk fyllti skipið og margir virtust óþreyjufullir að komast út í Eyjar. Þegar sjónvarpsmenn litu inn í flugafgreiðslu Íslandsflugs klukkan 6 í dag var hún full af fólki sem ýmist var á leið til Vestmannaeyja eða Akureyrar. Í gær og í dag áttu rúmlega 1000 manns bókað far með Íslandsflugi til Vestmannaeyja og 400 til Akureyrar. Fullt var í allar vélar hjá Flugfélagi Íslands í dag til helstu áfangastaðana og flugið gekk vel. Það hefur verið fært í dag, allt fært, ekkert að veðri ennþá. Og veður útlitið ágætt? Já, mér skilst það, svo er góð spá fyrir helgina, fram á mánudag. Í Neskaupstað var bjart yfir mönnum í dag og eins og víðast annar staðar voru mótshaldarar bjartsýnir. Þetta lítur bara mjög vel út, bæði með veðurspá og annað, bara að reikna með góðri hátíð. Nú sumari búið að vera ákaflega rysjótt og erfið tíð. Heldur það að ráða við til núna helgina? Já, eins og segja, það lítur spáinu góð og það lítur vel út og við höfum fulla trú á því. Þúsundir manna voru samankomnar í Herjólfsdal í dag og veðrið var gott eins og sjáum á greinilega á þessum myndum. Hjá lögreglunni í Vestmannaeyjum fengust þær upplýsingar að 3 fíkniefnamál hefðu þegar komið upp en öll höfðu þau verið minniháttar. Helgin lagðist samt vel í menn á lögreglustöðinni þótt menn byggjust við annasamri helgi. Og á Akureyri fengust þær upplýsingar í kvöld að sennilega væru komnir fleiri gestir en á sama tíma í fyrra. 3 umferðaróhöpp urðu í dag en fólk meiddist þó ekki alvarlega. 16 ára piltur var tekinn með hass á Akureyri í morgun og var hann sendur heim, suður yfir heiðar. Aðeins hefur borið á ölvun og landi og áfengi hefur verið tekið af fólki sem ekki hefur aldur til að neyta áfengis. Umferðin frá Reykjavík hefur verið að þyngjast á undanförnum klukkutímum og nú þegar klukkan er að nálgast 7 er að myndast hér nokkuð myndarleg bílaröð á Vesturlandsveginum. Formaður umferðarás hvetur þó fólk til að sýna þolinmæði. Það greinilegt að það hefur heldur aukist umferðin núna Vesturlandsveg ef til vill eiga Hvalfjarðargöngin einhvern þátt í því. En miðað við talningur á vegagerðinni þá sjáum við að umferð er náttúrulega verulega mikil hér út frá höfuðborgarsvæðinu, bæði austur Hellisheiði og eins á Vesturlandsvegi. Þannig að við getum ekki á þessari stundu sagt að það sé einhver umtalsverð breyting á umferðarmynstrinu frá því sem verið hefur undanfarin ár. Og það var eftir fréttum hjá okkur í kvöld að eignir skandinavíska Enskildabankans sem nú á í viðræðum við íslensk stjórnvöld kaup á stórum hluta í Landsbankanum nema 7.000 milljörðum íslenskra króna. Heildareignir alls íslenska bankakerfisins er aðeins brot af þessu. Grunur leikur á að 3 Tælendingar hafi narrað 17 landa sína til landsins á fölskum forsendum, hluti þeirra bjó við þröngan kost í kofa á tjaldsvæðinu í Laugardal. Og meðferð Guðrúnar Katrínar Þorbergsdóttur forsetafrúar eftir beinmergsflutningin í Seattle gengur vel eftir atvikum. Guðrún Katrín hefur þó fengið svokallaða ónæmistruflun. Já, og þá skulum við líta til veðurs. Já, það hefur verið bjart og fallegt veður víðast hvar á landinu í dag og verður það sennilega áfram á morgun í flestum landshlutum. Skulum líta á átjánveðrið. Það hiti komst í 19 stig á Búrfelli og 18 stig á nokkrum stöðum sunnanlands, en það var skýjað svona allra vestast og við austurströndina var ennþá þokuslæðingur. En á yfirlitskortinu þá sjáum við að það er hæðarhryggur yfir landinu og hefur verið heldur svalt í rigningu í Vestur-Evrópu. En vestar þá sjáum við að það er lægð vestur af Grænlandi og talsverður hiti á undan henni. En þróunin til morguns verður sú að angi af þessari lægð kemur inn á Grænlandshaf og skil hennar nálgast landið, en hæðarhryggurinn þokast austur á bóginn. Og á hitakortinu þá sjáum við að það er talsverður hiti á suðaustur af þessari lægð sem mun berast hingað með sunnanáttinni.
En klukkan 9 í fyrramáli þá má reikna með að það verði sunnan eða suðvestan gola vestast á landinu og skýjað en hæg suðvestleg átt og bjart veður víðast hvar annars staðar. Og klukkan 18 og þá verður komin suðaustan kaldi vestanlands og tiltölulega stutt í rigninguna. En það má reikna með talsverðum hlýindum á norður- og austurlandi og geti myndast hitalag þar eins og var í dag. Og hiti geti auðveldlega komist í 20 stig á einhverjum stöðum þar. En á sunnudag þá verða skilin yfir suður- og vesturlandinu með rigningu og suðaustan kalda eða stinningskalda. En það verður hægari vindur og þokkalegasta veður og hlýtt á norðurlandi, norður- og austurlandi. Og á mánudag þá verða skilin komin alla leið yfir á Norðurland og það má reikna með dálítilli rigningu eða súld þar. En það verður farið að kólna aðeins suðvestanlands í suðvestanáttinni og það er gert ráð fyrir skúrum eða lítils háttar súld. Já, við segjum þetta gott hjá okkur í kvöld, minnum á fréttir aftur annað kvöld klukkan 8. Verið þið sæl. Verið þið sæl.